Ómar Ragnarsson vonast til að stjórnmálamenn dragi lærdóm af heimildarmyndum Kárahnjúkavirkjun sem hann frumsýnir á morgun. Í myndinni sé efni sem Íslendingar hafi ekki séð áður. Ómar gerði kvikmyndina In Memoriam fyrir erlendan markað fyrir 10 árum en á morgun verður hún sýnd hér á landi í fyrsta sinn. Hann segir að í henni séu margir kaflar sem Íslendingar hafi ekki séð eða heyrt áður. Ómar segir sýninguna ber upp á margfalt áratuga afmæli því að 10 ár séu frá því að Alþingi og borgarstjórn samþykktu Kárahnjúkavirkjun, 10 ár séu frá því að Impregilo kom, sem og Alcoa. Og nú áratug síðar sé Lagarfljót dautt. Heiti myndarinnar In Memoriam með spurningamerki reyndar sé því mjög viðeigandi. Það mjög viðeigandi án spurningamerkisins núna. En við erum á svolítið svipum slóðum núna, það þarf að redda 625 megavöttu fyrir álver aftur og þá ágætt að setjast niður og sjá hvernig var þetta fyrir 10 árum. Íslendingar gangaði kjörborðin á laugardaginn. Ómar segir tímasetningu frumsýningarinnar ekki ákveðna með hliðsjón af því. Erlenda útgáfa myndarinnar hefur verið sýnd á 2 kvikmyndahátíðum í útlöndum og fékk hún önnur af 2 aðalverðlaunum alþjóðlegu kvikmyndahátíðarinnar í Cannes á Ítalíu árið 2004. Öllum boðið á sýningu myndarinnar í Bíó Paradís en Ómar segir að gaman yrði að sjá þar þingmenn og ráðherra sem nú standa í sömu sporum og fyrir áratug og geti dregið lærdóm af sögunni. Það eins og alltaf þegar þú lítur tilbaka yfir söguna að þá sérðu eitthvað í nýju ljósi, fær nýjar upplýsingar, færðu aðra hugmynd og lærir eitthvað. Til þess heimildamyndagerð það sem hefur gerst í fortíðinni.